Forseti Íslands Vigdís Finnbogadóttir hóf sitt 4. kjörtímabil á þessu ári, en hún hefur jafnframt lýst því yfir að þetta muni verða hennar síðasta kjörtímabil í þessu embætti. Embættistakan fór fram 1. ágúst. Athöfnin hófst með helgistund í Dómkirkjunni. Helstu fyrirmenn þjóðarinnar og sendiherrar erlendra ríkja voru viðstaddir embættistökuna í Alþingishúsinu. Þar lýsti Guðrún Erlendsdóttir forseti Hæstaréttar kjöri forseta Íslands. Að því búnu undirritaði Vigdís Finnbogadóttir eiðstafinn. Síðan gekk hún fram á svalir Alþingishússins og minntist fósturjarðarinnar. Ég bið yður að minnast með mér fósturjarðarinnar. Ísland lifi, hurra, 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 hurra! Forseti Íslands ferðaðist á árinu víða byggðir landsins og til útlanda. Hún fór meðal annars í opinbera heimsókn í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, þar sem hún hlaut höfðinglegar móttökur og var meðal annars viðstödd hátíðahöld á Akranesi í tilefni 50 ára afmælis kaupstaðarins. Einnig sótti hún Njarðvíkinga heim í tilefni hálfrar aldar afmælis Njarðvíkurkaupstaðar. 2 erlendir þjóðhöfðingjar sóttu Ísland heim á árinu. Richard von Weizsäcker, forseti Þýskalands, kom í opinbera heimsókn til landsins miðjan júlí og fylgdi forseti Íslands honum meðal annars til Þingvalla og Nesjavalla. Í haust komu norsku konungshjónin til landsins og fóru víða land í fylgd forsetans.